Komiði sæl og velkomin í Landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Bryndís Þórhallsdóttir, hjúkrunarfræðingur og forstöðumaður Víði og Furuhlíðar við öldrunarheimili Akureyrar. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Við ætlum að tala lífsloka meðferð. Hver skilgreiningin á líknarmeðferð og lífsloka meðferð? Lífsloka meðferð einn hluti af líknandi meðferð. Og ef við byrjum á að tala líknandi meðferð þá má nú segja kannski að allir þeir sem að koma að því að hjúkra eða lina þjáningar fólks, sjúkra, séu í rauninni að veita líkna meðferð því að orðið þýðir það að lina og hjúkra og hjálpa. En síðan líkna meðferð, það alveg skilgreind hugmyndafræði og viðurkennd í rauninni vísindagrein innan læknisfræðinnar. Og hún hefur þróast. Einu sinni þá, ekki fyrir svo mörgum árum, þá var samasemmerki milli líknandi meðferðar og umönnun deyjandi. En í dag hefur þróunin farið frá því að veita líkna meðferð strax í upphafi þegar fólk greinist með lífsógnandi sjúkdóm. Og síðan það kannski lokastig meðferðarinnar, þá það lífsloka meðferð. Þannig að það mikil hugmyndafræði bak við þetta allt saman? Já, það mikil hugmyndafræði og af hverju erum við að veita hana strax frá greiningu, hvað felur líknandi meðferð í sér. Þetta í rauninni, þetta bara heil verkfærakista af úrræðum, ef við getum sagt svo. Líknandi meðferð eða líkna meðferð, hún miðar að því og markmið hennar að auka lífsgæði sjúklinga sem eru með lífsógnandi sjúkdóma. Ég segi ekki ólæknandi, heldur lífsógnandi sjúkdóma og fjölskyldna þeirra með því að bregðast við, taka á einkennum, helst fyrirbyggja þau. Og þá erum við að tala líkamlega einkenni, við erum að tala andlega einkenni, sálræn, félagsleg, menningarleg og lagaleg. Þannig að líknarmeðferð mjög heildræn meðferð sem tekur sjúklinginn í heild og fjölskyldans þegar þeir standa frammi fyrir alvarlegum sjúkdómum. En hverjir eru það sem að koma að líknarmeðferðin? Það í rauninni læknar gegna það lykilhlutverki því að það nú þeir sem að greina sjúklingana eða koma greiningu og það þeirra oft þá í samvinnu við hjúkrunarfræðinga eða annað heilbrigðisstarfsfólk en oft eru þeir líka einir. Það í upphafi strax að greina sjúklingunum frá því að þeir séu með ólæknandi eða lífsógnandi sjúkdóm, langvinnan sjúkdóm. Og þarna þarf að taka samtali strax og það skiptir svo miklu máli hvernig það gert að útskýra í hver það felst. Útskýra hvaða meðferð í boði, hversu mikla líkur á lækningu. Það skiptir svo miklu máli að reyna að hafa sjúklinginn með í ákvarðanatöku ef hægt og að hafa fjölskylduna með að sjálfsögðu nema sjúklingurinn óski ekki eftir því. Þannig að þarna gegna læknar lykilhlutverki og í því að stýra meðferð en það eru síðan allt heilbrigðisstarfsfólk og einkum hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar sem að veita þessa umönnun eins og inn á sjúkrahúsum, í heimahúsum og á hjúkrunarheimilum. En einhver munur eftir líknandi meðferð eftir, til dæmis einkaheimilum og svo aftur sjúkrastofnunum? Þú hefur starfað við hvort tveggja. Megin inntakið alltaf það sama. Það að þetta sem ég lýsti áðan, það að taka á einkennum, helst fyrirbyggja þau. Og auðvitað bara alltaf aðstæður að vera í heimahúsi á heimili sjúklingseldurinn inn á stofnunum. Við erum kannski með minna af hjálpartækjum og öðruvísu umhverfi. Og fjölskyldan náttúrulega tekur mun meiri þátt alla jafna inn á heimilum heldur en inn á stofnunum eða hjúkrunarheimilum. En megin inntak hugmyndafræðirinnar og framkvæmdin svo sama. Langvinnir sjúkdómar eru oftast orsök dauða? Já, á Íslandi það og í hinum vestræna heimi og þar eru krabbamein, það eru langvinnir hjartasjúkdómar, lungnasjúkdómar og nýrnasjúkdómar. Og allir þessi sjúkdómar þarna gagnast líknandi meðferð mjög vel. Einnig taugasjúkdómar eins og MND og MS, ekki sé talað heilabilun. Og núna með svona breyttri aldurssamsetningu þar sem við lifum lengur og íslenska þjóðin að eldast mjög hratt, þá eykst tíðni
þessara sjúkdóma og við erum að finna fyrir því eins og við heyrum á þjóðfélagsumræðinni. Þannig að mér líkur nú að segja sem betur fer eru langstærsti hópurinn sem eru þörf fyrir líknandi meðferð og lífsloka meðferð er fólk sem er komið yfir miðjan aldur og fólk sem er komið á efri ár. En því miður eru alltaf mjög ungir einstaklingar sem standa frammi fyrir þessu að greinast með lífsógnandi sjúkdóm. Það er bleikur október núna og kastljósinu er sérstaklega beint að krabbameini. Fólk sem að greinist með krabbameini jafnvel bara á miðjum aldri. Hvað fer í gang þá hjá ykkur sem að starfið við líknandi meðferð? Í fyrsta lagi ætli það sé ekki þannig að fólk sem greinist með krabbameini ætli bara veröldin hrynji ekki hjá flestum. Það breytist allt. Og það sem á að fara í gang hjá okkur heilbrigðisstarfsfólk er að setja strax í gang alla þá hjálp sem við getum veitt og ég lýsti því áðan greiningin og að veita gott viðtal strax í upphafi og síðan að virkja úrræðin. Sumir sem greinast fyrir tilviljun og eru kannski ekki orðnir veikir. En þeir þurfa alveg klárlega mikinn andlegan stuðning, sálfélagslegan stuðning, það þarf að greina yfirleitt standa þessi einstaklinga frammi fyrir því að detta út af vinnumarkaði. Það þarf að kanna réttindin, það þarf að fara yfir hvaða meðferð er í boði og virkja allt það kerfi og samþætta þjónustuna. Þannig að ég myndi segja að ungir einstaklingar til dæmis sem að greinast með krabbamein og eiga fyrir höndum vinnutap að fara í gegnum meðferð, þeir eru strax í þörf fyrir það sem við köllum sérhæfða líknameðferð, sem er umfram það sem hinn almenni heilbrigðisstarfsmaður er að veita. Og það er þá til dæmis hér á Akureyri, ef við tölum út frá því. Þá er það sjúkrahúsið á Akureyri, það er nú þar göngu- og líflækningadeild sem að margir einstaklingar koma á hverjum degi til að fá krabbameinsmeðferð. Og síðan þessi deild starfa mjög náið við heimahlýningu sem er sérhæfð hjúkrunarþjónusta hér á Akureyri, ekki og slitin síðan 92. Vegna þess að margir þessar einstaklingar þeir bara þurfa algjöran stuðning strax frá upphafi, þeir verða mjög veikir geta orðið mjög veikir af meðferðinni. Og við erum að tala einkenni eins og verki og ógleði og uppköst og lystarleysi. Og af hverju á þá að bíða með líknameðferð? Við erum að virkja úrræðin strax sem getur hjálpað þessum einstaklingum strax frá greiningu, komið þeim jafnvel í gegnum erfitt ferli og þeir útskrifast. Því að eins og við segjum, það eru ekki allir sem eru með, það eru til læknanlegir lífsógnandi sjúkdómar, þetta er ekki allir úr þeim og margir fá góðan tíma og geta þá útskrifast úr þessari líknameðferð. Já, þannig að það er sem sagt hægt að útskrifast úr líknandi meðferð. Já, það er það sérstaklega og ég myndi segja bæði á höfuðborgarsvæðinu er verið mjög öflug líknandi þjónusta í heimahúsum sem var áður heimahlýning og Caritas og er núna samrekið undir heitinu Hera. Og hér á Akureyri, og þarna er hverju sinni 130 til 150 sjúklingar held ég í þjónustu og Akureyri þeir mjög margir í þjónustu heimahlýningar. Og þessir einstaklingar sem eru svo lýsa þarna eins og ungt fólk er klárlega í þörf og getur haft mikið gagn af sérhæfðri líknameðferð strax frá greiningu til að hjálpa þeim í gegnum þetta ferli og þetta er að sjálfsögðu mjög þverfagleg þjónusta. Þetta eru læknar, þetta eru hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar til að hjálpa til með réttindi, trúarlega aðstoð, hvar sem menn standa þar. Nú, það getur verið, við erum í íslensku samfélagi, við erum með marga sem ekki tala íslensku, sem eru bara af allt öðrum uppruna og hafa aðra þarfir hvað það varðar. Það getur verið það bara innvikla túlkaþjónustu örugglega strax. Þannig að fólk sé örugglega að fá upplýsingarnar sem það rétt á og skilji. Þannig að þetta er svona hluti af þessari sérhæfðu líknandi meðferð. En hvað segir kerfið? Er gert ráð fyrir þessari þjónustu til dæmis þegar er verið að setja uppi fjárhagsáætlanir og hvernig kerfið allt saman og svona þessir innviðir svokölluðu heilbrigðiskerfisins eigi að virka? Er gert ráð fyrir þessu alveg? Sko, eins og ég sagði þá náttúrulega er bara gert ráð fyrir því held ég að allir heilbrigðisstarfsmenn geti veitt almenna líknameðferð sem er að hjálpa og hjúkra en þeir þurfa síðan að geta kunna að meta það hvenær á að vísa í sérhæfða líknameðferð og hún er vissulega ekki
allstað til á landinu en það krefst hún sérþekkingar og reynslu og menntunar. Þannig að hún ekki allstaðar á landinu en vissulega eins og ég sagði áðan í boði hér á Akureyri og í Reykjavík og það starfandi í Reykjavík líknarteymi, ráðgefandi teymi fyrir alla landsbyggðina og einnig hér á Akureyri náttúrulega hægt heimahlýning með sólarhringsþjónustu sem hægt að veita ráðgjöf. En það bara líknardeild til dæmis á höfuðborgarsvæðinu núna. Það hefur verið talað um að setja upp líknardeild á Akureyri. Já, það held ég alveg ótvíræður skilningur af því að það þörf fyrir henni, þörf fyrir hana, en það þarf svolítið að vega og meta hvernig við byggjum hann upp. Sérþekkingin til staðar á Akureyri, hún til staðar í heimalýningu eins og ég hef sagt, hún til staðar inn á spítalanum nú þegar en bara á hinum ýmsu deildum. Hún til staðar á öldrunarheimilum Akureyrar þar sem að deyja á hverju ári 50-70 manns þar sem starfsrækt sólarhringsþjónusta hjúkrunarfræðinga og lækna og þar sem starfa sérmenntaðir læknar á þessu sviði og hjúkrunarfræðingar. Þannig að en við þurfum hins vegar ef við ætlum að byggja upp líknardeild á Akureyri þá þurfum við að horfast augu við það að við þurfum eiginlega að samreka hana með einhverju annarri einingu því að við erum ekki það stórt upptökusvæði að við erum að tala kannski einingu fyrir 5 rúm mestalagi. Líknardeildin á höfuðborgarsvæðinu með 12, líknardeildin í Kópavogi með 12 rúm. Þannig við byggjum ekki upp svona litla einingu öðruvísi en að reka hana annarkvort í samþættingu við aðra þjónustu sem nú þegar inn á spítalanum eða á öldrunarheimilum Akureyrar. En hvað með fámennari staði þar sem að ég kannski 1 hjúkrunarfræðingur eða 2 og 1 læknir, hvað með þessa staði er líknandi meðferð, hún veitt á minni stöð? Já, að því marki sem bara mannaflinn og þekkingin dugar til og auðvitað það mjög margir einstaklingar í almennri heimahjúkrun víðs vegar landi sem eru með langvinna sjúkdóma og ólæknandi sem eru að fá heimahjúkrun dagsdaglega, sem eru að fá líknandi meðferð en hún ekki sérhæfð þar. Þannig að staðan svo og nýleg skýrsla sýnir sem af hópi sem var skipað 2016 af þáverandi heilbrigðisráðherra og skilaði niðurstöðum sínum 2018 að það mikill skortur og sérhæfðri líknarþjónustu á landsbyggðinni og ég velti því fyrir mig hvort að það hreinlega rekstrarlegu grundvöllur að rök, rétt að við gætum rekið sérhæfða slíka þjónustu allstaðar sem mjög hæpið held ég, en þá þurfum við að hafa miðlægt teymi sem getur veitt ráðgjöf til hins almenna heilbrigðisstarfsmanns sem veitir þá umönnunina. Hvað með samþættingu alls þessa starfs, líkamlega, andlega og sálræna? Já, það einmitt lykilatriði í líknandi meðferð að það að taka allt þetta og við vitum það að miklar áhyggjur, mikill kvíði einstaklingur sem að greinist þess vegna fyrir tilviljun veit ekki að því hann með krabbamein fær greininguna bara það eitt veldur líkamlegum einkennum. Þannig að þetta hangir auðvitað alltaf allt saman og við sem að veitum líknarmeðferð þurfum alltaf að líta á sjúklingin í heild. Þetta mjög mikil fjölskylduhjúkrun líka því það að greinast með lífsógnandi sjúkdóm hefur ekki bara áhrif á einstaklingin heldur alla fjölskylduna. Þannig að við þurfum bara að hugsa alltaf heildrænt og að því þú talar samþætta þjónustuna þá erum við líka einmitt að standa frammi fyrir því að eitt það sem við tökum fókusinu núna með unga fólki sem að greinast með krabbamein. Síðan það hinn hópurinn, þessi sem eldri hópurinn sem að greinast með krabbamein en kannski með 2 eða aðra sjúkdóma til staðar. Hefur verið í meðferð hjá 2-3 læknum, það getur verið hjartasjúkdómur, það getur verið mjöðminn og þá skiptir svo miklu máli að það sé þarna samþætting og það sé aðilar í kerfin okkar sem haldi utan allt þetta og hjálpi sjúklingnum að eiga samskipti við alla þessu ólíku aðila. Við gerum ráð fyrir því að heilsugæslan og heimilislæknarnir sinni þessu og þeir gera það eftir bestu getu en annars það krabbameinslæknar eða sérfræðilæknar sem gegna þessu hlutverki og hjúkrunarfræðingar.
að reyna að samþætta þjónustuna. Þú sagðir áðan að læknar náttúrulega gegna þarna lykil hlutverki, en öll teymisvinna, hún náttúrulega hlýtur að vera gríðarlega mikilvæg. Hvernig gengur ykkur að samþætta svona teymisvinnu þannig að allir eða sem flestir komi að borðinu? Já, ef ég myndi tala út frá því, nú hef ég reynslu bæði af heimalíningu þar sem ég var í allmörg ár, á öldrunarheimilum Akureyri þar sem ég hef búin að vera í 5 ár og svo á líknardeildinni í Kópavogi þar sem ég starfaði síðastliðið ár, að þá myndi ég segja að öllum þessum stöðum gengur teymisvinnan mjög vel, en það er líka forsenda þess að þú sért að veita góða líknarmeðferð, það er góð teymisvinna, það eru allar stéttir mikilvægar. Við erum öll sem komum að því að sinna sjúklingunum og fjölskyldum þeirra. Það skiptir, öll verkin skipta máli og við þurfum að starfa saman. Ef við gerum það ekki, þá kemur það niður á meðferðinni. En sjúklingarnir og fjölskyldurnar eru mismunandi. Þetta er að velja alþjóðlegt samfélag, getum við sagt. Það breytir myndin svolítið hvað þetta varðar allt saman. Já, það er alveg rétt hjá þér og þannig að einn hluti af líknandi meðferð, mikilvægur þáttur er að kunna lesa í aðstæður, greina aðstæður og þess vegna er svo mikilvægt að starfa með fjölskyldinu og halda fjölskyldufundi. Þar gefst okkur tækifæri til að svolítið að greina hvar styrkleikarnir liggja. Því að auðvitað byggir líknameðferð, hún byggir á því að efla styrkleikan og hjálpa fólki að lifa innihaldsríku lífi með sinn sjúkdóm allt til enda. Og þannig að það þarf svolítið að lesa í aðstæður og greina hvar eru styrkleikarnir og hjálpa fólki að byggja með þá, en líka að grípa inn í, sumstaðar eru ungbörn, sumstaðar eru stórt tengslanett, sumstaðar eru mjög fáir, stundum eru mjög stóra fjölskyldur en samskiptin bara erfið. Þannig að fjöldin er ekki alltaf það sem segir. Þannig að, já, ég myndi segja að fjölskyldurnar og það sem er í kringum sjúklingin er bara fjölbreytt og sjúklingarnir sjálfir. Þú ert búin að starfa í þessu í nokkuð mörg ár. Hvað, með svona, afstöðu fólks, almennings til þessara þjónustu, hefur afstæðan eitthvað breyst eða er almenningur orðinn upplýstari þetta alls saman? Já, mér finnst almenningur orðinn upplýstari en það er ennþá samt svo ríkjandi kannski þessi misskilningur að líknandi meðferð sé bara fyrir þá sem eru deyjandi. Þannig að það er samt að síast inn að það sé ekki. Þannig að við heyrum ennþá svo mikið að hann er kominn á líknandi meðferð en þá vorum við að tala í rauninni lífsloka meðferð. Þannig að það er ennþá kannski þessi neikvæði tenging svolítið við dauðan sem við þurfum að hjálpast að við að bara breiða út að sé ekki. Þannig að fólk krökkur ekki kút eða veit að einhver sé komin á líknandi meðferð. En hafa ykkar starfshættir, hafa þeir tekið í breytingum á undanförnum áratugum, getum við kannski miðað við. Ég geri ráð fyrir að þjónustan hún hafi breyst mikið. Já, hún hefur gert það. Hún hefur breyst mjög mikið og hluta af því það er það sem ég kannski kom inn á í upphafi í sambandi við hlutverk lækna. Það er þetta mikilvæga skref strax í upphafi þegar fólk greinist með ólæknandi sjúkdóm að ræða meðferðina sem er í boði og mögulegan árangur meðferðar og hvað fólk vill. Því það kemur líka alltaf á þeim tímapunkti í ólæknandi sjúkdómum að meðferðin fer að taka meiri toll. Það kemur að þeim tímapunkti að það er tímabært að hætta. Og það er svo mikilvægt að taka þessa umræðu mjög snemma í sjúkdómsferlinu þegar að einstaklingarnir eru í standi til að vera með í ráðum. Og þetta er líka svo mikilvægt í hjúkrun aldraðra frumra einstaklinga eins og við erum að fá til dæmis inn á hjúkrunarheimilin að taka þessa umræðu. Þetta var ekki gert áður fyrr en er gert miklu markvissara í dag og er hluti af líknandi meðferð að spyrja og nú það þarf að gera þetta varlega. Hvað vilt þú ef þú ert orðinn mjög veikur með langt genginn sjúkdóm
viltu ef til þess kemur að þú farir í hjartastopp, vera endurlífgaður og vera í öndunarvél. Ef að þú hefur ekki átt þetta samtal við lækninn, hefur ekki fengið tækifæri til þess, þetta hefur ekki verið skráð, þá er það skylda til dæmis allar heilbrigðisstarfsmanna að veita endurlífgun og allt sem því fylgir og fara á gjörgæslu. Við sjáum mikla þróun þarna með því að þetta samtal er tekið, sem er hluti af líknandi meðferð. Til dæmis bara á öldrunarheimilum Akureyrar að þetta er bara hluti af því þegar fólk innskrifast þar eftir ákveðin tíma að læknirinn tekur þetta samtal við hvernig við nýbúa. Auðvitað þarf að vega og meta hvort það sé tilbúin til þess. Sumir vilja fulla meðferð. Það er mjög sjaldgæft. Það er mjög fáir hrumir aldraðir sem kjósa það. Og þess vegna til dæmis er bara held í stór munur á 15 árum á þeim fjölda einstaklinga sem áður var sendur til dæmis öldrunarheimilum á spítala með hraði. Að nú er þeirra óskir virtar í dag og það er ekki gert nema þeir hafi óskað þess. Annars fá þeir sérhæfða og líknandi meðferð og sérhæfða lífslokameðferð á sínu heimili sem þá er orðið hjúkrunarheimili og deyja þar. Þessi þjónusta á hjúkrunarheimilunum og hún getur kannski og er kannski svona í flestum tilvikum svolítið öðruvísi heldur en síðan á sjúkrahúsum eða hvað? Já, ég myndi segja það sem við höfum á hjúkrunarheimilunum er meira í takt við það sem verið er að reyna að byggja upp á líknardeild. Hver er munurinn á líknardeild og það bara deyja inn á eða liggja inn á lyfjadeild eða handlæknisdeild. Það er það við reynum að skapa umhverfi sem er í lægra tempói, sem er heimilislegra, sem er minni meira á svona heimili. Það er, þótt að fólk sé alltaf vilja gert, þá er það erfiðara inn á bráðadeildum sem hafa það skilgreinda hlutverk að sinna bráðatilvikum. Þannig að ég myndi segja að hjúkrunarheimilin eru meira, og til dæmis eins og öldrunarheimili Akureyrar sem starfa eftir etinhugmyndafræðina sem er mjög sterkt tengsl við líknandi meðferð. Þar eru við með þennan heimilisbrag og lágstemmdara tempó enn á bráðadeildum. Þannig að fólk kannski, við erum að skapa þarna þessar rólegu aðstæður sem við viljum geta skapa fólki sem er komið í lífslokameðferð, sem er deyjandi. Af því ég baði að horfa kannski svona bara nokkra áratugi áðan aftur í tíman, en svona í gegnum aldirna þá náttúrulega hefur líkna meðferð alltaf verið til staðar. Alltaf verið til staðar og náttúrulega lengst af hafa þetta verið fjölskyldurnar, fólk dó heima hér áður fyrr og þar voru fjölskyldur í lykilhlutverki og þaðan er orðið hospice dregið. Það er þetta heimili sem er, og veit að ég held sem ekki fara með rangt mál þar, sem er svona fyrsta tengingin við líknahjúkrun, það er þessi hospice heimili sem voru komið á fót. Og enn þann dag í dag eru stór hluti sjúklinga, ef við förum í það, sem standa fram með fyrir því, heyrðu, ég er með sjúkdómurinn minn er komin á ólæknandi stig. Það er mjög stór hluti sjúklinga sem á sér þá ósk að geta dáið heima. Og þar náttúrulega skiptir sérhæfð líknarþjónusta eins og við erum svo heppin að búa við hér á Akureyri í heimalíningu lykilmáli. Og það hefur verið sýnt fram á það bara eykur lífsgæði sjúklinga og fjölskyldan þeirra að geta fengið þessu ósk uppfyllta. Og það er líka hægt út á landsbyggðinni, þó svo að það sé ekki sérfræðingar á staðnum ef það eru almennt heilbrigðisstarfsfólk, því við búum nú við góða tækni í dag. Og það er hægt að veita ráðgjöf í gegnum síma og tölvur og að vera til staðar, þannig að þó þessi ekki grundvöllur að reka sérhæfðar líknadeildir allstaðar á landsbyggðinni, einfaldlega bara út á fámennun okkar, þá erum við að byggjast upp það mikil sérfræðiþekking hér á landi, einkum á höfuðborgarsvæðinu og hér á Akureyri, að við eigum að geta veitt þessa þjónustu með ráðgjöf allavega út í dreifðari byggðir. Að við vorum að horfa tilbaka áðan, en hvernig vilt þú sjá að þessi þjónusta hún þróist á næstu árum? Fyrsta lagi myndi ég vilja bara sjá að því að við stöndum núna frammi fyrir því, krabbameinssjúklingar eru mjög stór og mikilvægur hópur sem þarf á líknandi meðferð að halda. Og að því við vitum hvað þessi nálgun
gagnast fólki vel sem að fást við lífsógnandi sjúkdóma, þá myndi ég bara vilja sjá að við nýtum það enn betur, þessa heildræna nálgun, strax frá upphafi. Og heilsugæslan fyrsti viðkomustaður flestra, þannig að við þurfum að efla almenna heimahjúkrun, þannig að hún hafi tíma og svigrúm til að geta hugsa svona heilstætt sjúklingana, því að öldruðum að fjölga. Við erum að fá okkar kynslóð, við erum að verða fjölmanniri sem að lifum lengur en erum með marga sjúkdóma. Þannig að við þurfum bara að halda áfram að efla þessa þjónustu og byggja á styrkleikanum og hjálpa fólki að lifa sem innihaldsríkustu lífi allt til enda. Ef þið myndu nú draga þetta spjall okkar allt saman í eina setningu, líknar meðferð og öll sú þjónusta, ef þú dregur það nú saman í eina setningu? Já, við notum skilgreiningu, það heildræn meðferð sem miðar að því að draga úr sálfélagslegri og andlegri og líkamlegri þjáningu, einstaklingar sem eru með lífsógnandi sjúkdóma og fjölskyldu þeirra. Hjálpa þeim að lifa sem innihaldsríkustu lífi allt til enda. En öll vitum við að dauðinn, hann kemur. Já, og við þurfum að vera meðvituð það alltaf og umgangast það bara virðingu og opinskátt. Bryndís Björg Þórhallsdóttir, hjúkrunarfræðingur, þakka þér fyrir spjallið. Sömuleiðis, kærar þakkir.